Í öðru lagi óháð öðrum tekjum og í þriðja lagi án kröfu að einstaklingur hafi verið í vinnu áður eða sé viljugur að taka þá vinnu sem í boði. Að búa til forsendur til þess að kanna hvort að það sé geranlegt og skynsamlegt að leggja fram stefnu borgaralaun. Við erum að tala að stefna á svona 40–50% atvinnuleysi sem verður bara frábært. Hún segir leikskóla neyðast til að fjölga ódýrari og óhollari máltíðum. Að skipa starfshóp sem kortleggi leiðir til að tryggja öllum borgurum landsins skilyrðislausa grunnframfærslu. Þessi hugmyndum bara að allir eigi rétt á því að hafa lágmarkstekjur og geta í rauninni sér fyrir sér án þess að þú þurfa að vinna neitt. Við störf sín hafi hópurinn ítarlegt samráð við Alþýðusamband Íslands, Bandalag háskólamanna, Bandalag starfsmanna ríkis og bæja, EAPN Ísland, Félag eldri borgara, Jafnréttisstofu, Nýsköpunarmiðstöð Íslands, Samband íslenskra sveitarfélaga, Samtök atvinnulífsins, Umboðsmann barna og Öryrkjabandalag Íslands, auk annarra aðila sem hann telur rétt að ræða við.